Þá hefjast við handa 561. bæjarstjórnarfundur Reykjanesbæjar haldinn á Tjarnargötu 12. 5. mars 2019 settur. Mætt eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Trausti Arngrímsson, Guðbrandur Einarsson, Gunnar Felix Rúnarsson, Gunnar Þórarinsson, Margrét Ólöf Sanders, Baldur Guðmundsson og Ríkharður Ibsen og forseti bæjarstjórnar Jóhann Friðrik Friðriksson og bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Fyrir fundinum liggja 7 dagskrárliðir. Það er fundargerð bæjarráðs frá 21. og 28. febrúar 2019, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 1. mars 2019, fundargerð barnaverndarnefndar frá 25. febrúar 2019 er lögð fram, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 27. febrúar 2019, fundargerð fræðsluráðs frá 1. mars 2019, mál númer 6 er Pósthússtræti 579 sem tekið verður fyrir og 7. mál á dagskrá er rekstur hótela og gistirýma. Við hefjumst handa við fyrsta dagskrárliðinn sem eru fundargerðir bæjarráðs frá 21. og 28. febrúar og orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Og engin bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs, ber ég þá fundargerðir bæjarráðs frá 21. og 28. febrúar 2019 upp til samþykktar þeir sem geta samþykkt fundargerðirnar vinsamlegast gefið merki og fundargerðirnar eru samþykktar 11:0. Næst tökum við fyrir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 1. mars 2019 og vanda munum við taka sérstaklega fyrir þá liði sem að þarf að samþykkja sérstaklega í fundargerð og svo tökum við fundargerðina fyrir í heild sinni og er hún borin upp til samþykktar. Fyrst ber að nefna 3. lið í fundargerð, það er Unnardalur 1-23 og er orðið laust þann lið. Er einhver sem kveður sér hljóðs? Svo er ekki og ber ég þann lið í fundargerð upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt þann lið í fundargerð vinsamlegast gefið merki og hann er samþykktur 11:0. Næst er það 4. liður í fundargerð, Víðidalur 5, fyrirspurn og gefi orðið laust. Einhver sem kveður sér hljóðs undir 4. lið í fundargerð. Svo er ekki, þeir sem geta samþykkt þann lið í fundargerð vinsamlegast gefið merki og hann er samþykktur 11:0. Næst er það 7. liður, Vesturgöta 8 og er orðið laust þann lið í fundargerð. Þeir sem að einhver sem vil taka til máls undir þeim lið. Svo er ekki og ber ég hann þá undir fundin til samþykktar þeir sem geta samþykkt hann lið í fundargerð vinsamlegast gefið merki og hann er samþykktur 11:0. Næst er það 8. liður á dagskrá, Hringbraut 96, fyrirspurn viðbyggingu. En einhver sem kveður sér hljóðs undir þeim lið í fundargerð. Svo er ekki og ber ég hann undir fundin til samþykktar þeir sem geta samþykkt hann lið vinsamlegast gefið merki og hann er samþykktur 11:0 einnig. Að lokum er það 10. liður í fundargerð, Birgitaugur 1, fyrirspurn garðhýsi. En einhver sem kveður sér hljóðs og vill að ræða þann lið. En svo er ekki og ber ég þann lið þá undir fundin til samþykktar þeir sem geta samþykkt þann lið í fundargerð vinsamlegast gefið merki. Hann er samþykktur 11:0. Þá er það fundargerðin í heild sinni, er einhver sem kveður sér hljóðs. Þetta er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs í heild sinni, það er Margrét Ólöf Sanders, gerð svo vel velkomin í pontu Margrét. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég kem undir lið 12 í fundargerðinni, þar sem að fyrirspurn stækkun á lóð er hafnað og vil ég ekki gera neina athugasemd við þá afgreiðslu en fremur vísa til umræðu sem var hjá umhverfis- og skipulagssviði þar sem að var rætt að ástæða þess að var verið að óska eftir lóðastækkun er mikið ónæði væntanlega eða að íbúarnir þarna við hafa verið mjög óánægðir með hvernig hefur
verið hugsað lóðina þarna fyrir aftan og svo framvegis. Það hefði verið betra, þetta frekar svona kaldranalegt hvernig þetta bókað, þá bara hafnað, því mér finnst við þurfa að koma fram dálítið að auðmýkt gagnvart íbúum og það var einmitt góð umræða í Uskinu skils mér, þar sem var talað að það ætti að ræða við ákveðna eigendur og að bærinn ætlaði að koma móts við þá út af þessu máli. Og það hefði verið betra og ég vil ítreka það, mér finnst mikilvægt að fundargerðin að hún endurspegli svolítið hvernig menn að taka á málum og legg áherslu á að það verði framkvæmt það sem talað var að það sé unnið með íbúum við Heiðarholt að því að laga það sem miður þar. Og við leggja áherslu á þetta. Takk. Fleiri sem kveða sér hljóðs undir fundargerðinni. Svo ekki og það fundargerðin borin undir fundin til samþykktar í heild sinni. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina við að skrifa merki. Hún samþykkt 11.0. Næst tökum við til við fundargerð barnaverndarnefndar. Hún reynda bara lögð fram frá 21. febrúar 2019 og þá það 4. liður á dagskránni sem fundargerð Íþrótta- og tómstundaráðs frá 27. febrúar 2019 orðið laust til fundargerð Íþrótta- og tómstundaráðs. Gunnar Þórarinsson hefur kvatt sér hljóðs, gjörðu svo vel Gunnar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil bara koma hér upp til að fagna því að Íþróttaráð hefur tekið til umræðu stefnumótun í uppbyggingu á íþróttamannvirkjum, tímabært, löngu tímabært og vonast til að þetta gerist hratt og vel. Ég vil nú minnast á það svona í framhjáhaldi að það var haldið nettómót helgina, stórt mót og það sýnir sig auðvitað að það er hægt að nýta þessi hús vel. Þegar svo stórt mót sem þarna fór fram. Þetta langstærsta móti sem haldið á Íslandi og það var staðið mjög vel að því eftir því sem ég sá. Fylgdist talsvert með þessu, fylgdi barnabörnunum og það var bara mjög gaman að fylgjast með þessu, satt að segja. Áhugavert. En það kallar brýnt á það að það sé búið betur að þessari starfsemi. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel, velkomin í pontu. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar og gestir. Mig langar að koma inn undir lið 5 í fundargerðinni þar sem farið aðeins yfir niðurstöður frá hvatagreiðslum fyrir árið í fyrra. En alls voru greiddar 46 milljónir frá Reykjanesbæ í hvatagreiðslu til foreldra, alls 1656 börn sem alveg dásamleg tala og þetta börn frá 6 til 18 ára aldur sem að nýta sér þessar greiðslur. Við höfum ekki séð sundurliðun yfir erlend börn sem að nýta sér þetta sem væri mjög fróðlegt að sjá en þetta að fara mjög vel að stað og engar áhugavert hvað margir að nýta sér þetta sem frábært fyrir börnin okkar. Og við náttúrulega stefnum að hækka þetta ennþá frekar, þannig að tryggja þannig að börnin okkar komast í íþróttar og tómstundir við sitt hæfi sem frábæra fréttir. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég kem undir sama lið á Guðný og fagna þessu sem hún kom fram með varðandi, ég alltaf að klæmast á þessu orði, innflytjendur eða börn af erlendu bergjabroti. Þetta þurfum við að vita. Mér langar bara að nefna, af því að við ætluðum ekki að nefna þetta núna en það var mikil umræða í okkar hópi varðandi hækkun á hvatagreiðslunum
og við fögnum því að það veri stuðningur við foreldra og stuðningur við íþrótta- og tómstundastarf eða íþróttastarf sérstaklega, en þá þurfum við samt að skoða að það til dæmis pílufélag í bænum, mér skilst það sem kosti 7.000 krónur árgjaldið, hækka þeir þetta þá til þess að fá þarna hvatagreiðslur. Ég held við þurfum að skoða þetta svolítið í samhengi við kostnað við íþróttir og fjölda sem og svo framvegis, hvernig þetta heildarstuðningur, við erum öll sammála því, en það þarf að nýta peningana sem best. Það það sem ég að reyna að segja hérna. Takk. Friðjón Einarsson hefur hvað sér hljós. Þessu vel Friðjón. Forseti bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar aðeins varðandi fyrsta liðin, stefnumótun í aðstöðu og uppbyggingu íþróttamannvirkja. Markmiðið náttúrulega að reyna að setja skipulag í gang þar sem við ákváðum hvaða svæði við ætlum að taka undir íþróttamannvirki og hvað við viljum byggja, en ekki síður að tengja þetta við fjárhagsáætlun hvers árs, af því að það verður að viðurkennast að undanfarin 12 ár og þá hefur Reykjanesbær því miður ekki staðið við gefin lofur uppbyggingu íþróttamannvirkja, hvorki sérstaklega hvað varðar kannski Njarðvík og við flutningin á íþróttavelli knattspyrnuvelli Njarðvíkur. Og það ljóst að við þurfum að tengja svona stefnumótun við fjárhagsáætlun. Annars hún marklaus og það auðvelt að skrifa undir á afmælisdögum einhverja fallega myndir en eins og oft hefur verið gert, en staðreyndin svo að það verður sjaldnast nokkuð af því. Þannig að með því að fara að vinna þetta þennan hátt, að þá vonast ég til þess að geta sagt og gert næstu árin hvað er með miklu og hvað er með að byggja. Þannig að þetta sé fast bundið þeirri fjárhagsáætlun sem við vinnum eftir. Það líka verið að gera samninga við íþróttaaðila eins og við GS og Pílufélagið og fleiri. En vegna þess sem bæjarfulltrúi Margrét nefndi hérna áðan hækkanir á æfingagjöldum, og þá það alveg rétt að það fylgni á milli þess að ef Reykjanesbær hækkar hvatagreiðslur þá hækka yfirleitt æfingagjöldin eða félagsgjöldin. En það aftur á móti eru dæmi það eins og knattspyrnudeild eða unglingar á Keflavíkur samdi við okkur það að ef hvatagreiðslur myndi hækka að þá myndu þeir ekki hækka æfingagjöldin eitt árið og sá samningur í gildi. En það alveg ljóst að það fylgni og þetta hefur verið rannsakað í Reykjavík og það mikið fylgni á milli þess að leið og styrkir eru hækkaðir að þá hækka líka all æfingagjöld. Það eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum dagskrárlið. Svo ekki með leyfi fundarins langar forseta að segja nokkur orð varðandi þetta. Ég sjálfsögðu fagna verulega því að það sé verið að fara í þessa stefnumótun og stefnumörkun hvernig við ætlum að byggja upp íþróttamannvirki hér í sveitarfélaginu. Mér þótti mjög gaman að fá fólk utan að landi í heimsókn til okkar á nettamótið og ég tók sérstaklega eftir því hvað fólk talaði það hvað við byggum vel hérna varðandi íþróttamannvirki. En við mögum svo sannlega gera enn betur. Þetta voru 1200 börn sem tóku þátt á nettamótunum. Þetta langstærsta körfuknattleiksmót landsins. Ég vil líka minna á það að við höfum nú verið svona markvisst að reyna að lyfta upp því sem vel gert í sveitarfélaginu og ég saknaði þess að sjá ekki umfjöllun stærsta körfuknattleiksmót barna á landinu í fréttum á ríkissjónvarpinu. Kannski þurfum við bara að vera duglegri að koma þessum góða boðskap til leiðar. Mér skilst það sé þannig að það eiginlega bara hægt að taka við nýjum liðum inn á nettamót. Ásóknin hefur verið slík og þvílík og það var enn eitt metið sett að mér skilst í fjölda leikja í ár. Þannig að þetta mjög jákvætt og skemmtilegt á öllu leyti. Að þessu sögðu þá langar mig að bera fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 27. febrúar upp til samþykktar fundarins, þeir sem geta samþykkt fundargerðina, vissulega skeiðamerki. Hún samþykkt 11.0. 5. liður á dagskrá fundargerð fræðsluráðs frá 1. mars 2019. Orðið laust undir fundargerð fræðsluráðs.
það er enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég þá fundargerð fræðsluráðs frá 1. mars til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vissulega skeiða merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst tökum við til umfjöllunar 7. mál á dagskrá, Pósthússtræti 5, 7 og 9. Fyrir liggur deiliskipulagsbreyting á svokölluðum Pósthússtrætisreit. Já, gerðu svo vel. Bæjarstjóri Víkur á fundi. Fyrir liggur deiliskipulagsbreyting á svokölluðum Pósthússtrætisreit 5, 7 og 9, reit sem áður. Sú breyting var áður samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði og vísað var til bæjarráðs á síðasta bæjarstjórnarfundi og hér tekin fyrir aftur í bæjarstjórn. Verulegar athugasemdir komu fram í endurkynningu vegna tillögu á sínu tíma og unnið hefur verið með íbúum og verktaka til þess að koma málinu í eins ásættanlega farveg og hægt er. Undanfarið þessa máls þekkja bæjarfulltrúar margir hverjir en gerðar hafa verið enn frekari breytingar og teikningum til þess að draga úr fjarlægð á milli húsa og koma á móts við þær athugasemdir sem komu fram í endurkynningu. Þegar upp er staðið verður byggingamagn það sama og í gildandi deiliskipulagi, kröfur bílastæði þær sömu og í gildandi deiliskipulagi, hæðir húsa þær sömu og í gildandi deiliskipulagi en fjarlægð byggingareits Pósthússtrætis 5 frá lóðamörkun aukin verulega. Með þessu móti er komið á móts við athugasemdir sem framkom í grenndarkynningu vegna málsins. Orðið er laust undir þessum lið. Friðjón Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gerðu svo vel fyrir Forseti, ágætu áheyrendur, ég fagna þessari niðurstöðu sem hér er komin. Þetta er búið að vera leiðindamál og erfitt mál fyrir alla aðila og það má rekja þetta mál alveg til 2005, þar sem þessi mistök eru gerð og það bera margir ábyrgð á þessari stöðu sem þarna er komin upp og kom kannski líka mörgum óvænt, sérstaklega íbúum sem ekki höfðu vitað þessa bygginga þegar þeir keyptu sínar eignir. En við höfum fundað mikið með verktökum og íbúum, fengum frábæra kynningu og fund með íbúum og við þakka þeim sérstaklega þá vinnu sem þeir lögðu fram. Það er óhætt að segja að lítið hefði gerst án þeirra í þessu. En þetta er búið að taka okkur marga mánuði og ég og forsetinn Jóhann höfum unnið mikið í þessu og sérstaklega þó hann. Og ég held að þetta sé besta fálega niðurstaða fyrir alla aðila. Þannig að ég bara lýsi ánægð minni með þetta og mun styðja þessa tillögu. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér hljóðs, gerðu svo vel Baldur. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Já, kannski óþarf að vera að fara í ykkur á sögu og rifja upp hvenær gerðist og hver gerði hvað og annað. Við erum bara í þessari stöðu núna. Það sem ég er svona aðeins að klóra mér í hausnum yfir er sem sagt þetta er dagskrárliður hjá bæjarstjórn númer 6 og alveg ágætis inngangur hjá Jóhanni. En það sem við erum verið að leggja fram er bara teikningar. Þannig að ég finnst svona svolítið sérstakt er ég núna að fara að taka afstöðu til þessarar teikningar eða hvað er málið. Mér finnst það svolítið svona sérstakt hvernig þetta er sett fram. Maður hefur verið að fylgjast með þessu á ýmsum stigum. Þetta hefur farið fram og tilbaka frá umhverfis- og skipulagsráði til bæjarráðs og aftur tilbaka og til skipulagssviðsins aftur og til verktakana og þetta er svona hrærigrautur allt í lagi. Þannig ég var að vonast til að þegar þetta mál væri lagt fyrir bæjarstjórn að við værum þá með einhverja samantekt, eitthvað minnisblað eða eitthvað sem að ég gæti bara glöggva mig á og tekið afstöðu. Mér finnst mjög sérstakt að taka afstöðu til framlegara gagna eins og þetta er sett fram hérna fyrir okkur í bæjarstjórn. Það er bara eitt fylgiblað sem er teikning. Og ég veit ekki alveg á ég að fara að velja eldhúsinnréttingar eða hvað er ég að fara út í. Þannig að ef eitthvað geti skýrt þetta svona betur fyrir mér, hvað við erum að fara að taka afstöðu til hreinlega.
Friðjón Einarsson hefur hvasst í hljóð, gjörðu svo vel Friðjón. Forseti, kemur aðeins óvart að bæjarfulltrúi Baldur skulle koma upp með þessum hætti vegna þess að þessi gögn liggja fyrir í skjölum sem hann hefur aðgang að. Ég er hérna bara með beint fyrir fram í allar nákvæmar upplýsingar og öllum teikningum og allar tölur og allt sem fjallar málið sem á þínum svæði, mitt Reykjanes, allar upplýsingar málið. Hver einasta tala, fjarlægð, upplýsingar, hvað hefur gerst, hvernig og hvar. Þannig að ég held að bæjarfulltrúinn hafi bara ekki kannað nógu vel póstleysingum. Eru fleiri sem vilja taka til máls til þessum hlið? Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að byrja á því að þakka forseta fyrir að hafa tekið þetta mál í sínar hendur og unnið að þeirri lausn sem að nú er komið fram, sem að vonandi verður til þess að lægja öldur sem að hafa þetta mál ríkt. Þetta er búið að vera auðvitað mál sem að hefur bara valdið vandamálum hjá öllum hluta aðeigandi, bæði íbúum sem að búið þarna við hliðina, verktökunum sem að fóru á staði í góðri trú og síðan sveitafélagsins sem að taldi sig hafa verið að vinna þetta mál eins og átt að gera, en það hefur komið þó í ljós að hlutirnir voru ekki allir eins og þeir hefðu best verið. En vonandi verður þetta til þess að það kemur niðurstaða í málið. Mér langar hins vegar að taka undir það sem að bæjarfulltrúi Baldur segir hér. Ég áttaði mig ekki alveg á því hvað við værum að fara að fjalla hér. Erum við að fjalla deiliskipulagsbreytingu eða erum við að fjalla eitthvað annað? Og ég minnist þess ekki að teikningar hafi verið samþykktar sérstaklega í bæjarstjórn og ég vil þá bara beina orðum mínu til annarkvort að menn taki þá fundali og fara yfir það hvað erum við að greiða atkvæði, erum við að samþykkja deiliskipulagsbreytingu eða teikningar. Ég held að þetta sé bara rétt ábendingi á bæjarfulltrúa Baldri að þeir þá bara algjörlega liggja ljóst fyrir hvað við erum að greiða atkvæði. Baldur Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir, ég þakka það að Guðbrandur skilur hvað ég er að fara, því að Friðjón virðist hafa mistaði þegar ég sagði, ég vissi af þessum gögnum, það kom fram hjá mér, ég vissi af þessum gögnum, ég er alveg búin að fylgjast með þessu máli og þessi gögn hafa verið kynnt á ýmsum vígstöðum í kerfunni hjá okkur. Ég vissi allt það. Ég er bara að spyrja, hvað erum við að gera núna? Af því að fylgiskjal sem er með þessu máli er bara teikning. Og þykir að leitt ef að þetta er stíllinn hjá Friðjóni, sko, að ég veist það bara svona vera spark í sköflungi, sko. Ég er bara að spyrja einfaldar spurningar. Og hann segir að ég hef ekki lesið póstið minn. Þetta er hallærislegt. Nú, forseti skal glaður reyna að útskýra málavöxtu hér. Öll skjöl sem að fylgja þessu máli hafa náttúrulega farið bæði úr umhverfis- og skipulagsráði í bæjarráð og í bæjarstjórn og tilbaka. Og það hefur verið óeining málið. Menn hafa reynt að komast nær sáttum eins og hægt er. Og í meðfylgjandi gögnum með málinu undir þessum liði í bæjarstjórn eru 3 tillögur. Sú fyrsta er sú deiliskipulagstillaga sem að lögð var fram í upphafi.
og síðan deiliskipulagstillaga nr. 2 og síðan tillaga til sátta sem að fylgir málinu. Og þess vegna því þarna bætt við. Ef að bæjarfulltrúar treysta sér ekki til þess að taka afstöðu til málsins samkvæmt þessum gögnum, þá gerir forseti að sjálfsögðu fundarhlé sé þess óskað. En þannig liggur í málinu, þannig að að ræða viðbót við málið í heild sinni og á þeim forsendum er málið lagt fram. Óskað hefur verið eftir fundarhléi og mun forseti veita það að sjálfsögðu. Gerum við stutt fundarhlé til þess að ráða ráðum okkar.
ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Það nú eins gott að vera í beinni útsendingu. Þá höldum við fundi hér áfram og gefum Friðjóni einu sinni bæjarfulltrúa orðið. Gjörðu svo vel, Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir, afsakið þetta hlé. En ég ætla að leggja hérna fram meðfylgjandi tillögu sem með leyfi forseta eftirfarandi. Bæjarstjórn samþykkir að koma til móts við fram komnar athugasemdir og samþykkir breytingu á deiliskipulagi sem fram kemur á uppdráttum frá teiknistofunni Arkitektar 12. febrúar 2019. Eru fleiri sem kveða sér máls undir þessum lið? Gunnar Þórarinsson, gjörðu svo vel. Velkomin í pontu. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég finnst þetta afar einkennileg aðferð til þess að koma málinu í gegn. Eðlilegra hefði verið að vísa þessu aftur til USK til þess að klára þetta og ég mun greiða atkvæði gegn þessu. Orðið er laust. Og þá er ekki fleiri sem hafa kvatt sér hljóðs undir þessum lið og ber ég þá málið undir fundi til samþykktar til sem geta samþykkt málið vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem eru á móti. Já, þá er þessi liður samþykktur með 10 atkvæðum og einn er á móti. Næst er það 7. liður rekstur hótela og gistirýma. Orðið er laust. Ríkharður Ibsen, gjörðu svo vel. Velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, minn skilningur á þessu minnisblaði frá skipulagsfulltrúa er að hér er verið náttúrulega bara að taka saman mismunandi sjónarmið og ég er ekki að sjá að hér sé verið að bera fram einhverja tillögu að reglum. Heldur frekar kannski bara koma umræðu af stað og eins og við vitum að þá er stefna Reykjanesbæjar í dag sú að gistiheimili og hótel í flokki 2 eða ofar eru einungis leyfð á svæðum sem skilgreind eru sem viðskipta á þjónustusvæði eða miðsvæði. En það sem þarf eiginlega að skoða er að þetta setur þá sem eru með gistiheimili, til dæmis í íbúðabyggð, í mjög erfiða stöðu. Þeir sem eru til dæmis á gömlum leyfum og annað slíkt. Og ég held að við þurfum að vísa þessum málum til frekari úrvinnslu, annars við náttúrulega bara í pólitíkinu og síðan jafnvel til endurskoðunar og aðalskipulaginu. Ef við tökum til dæmis dæmi þessar sem eru á gömlum leyfum, að það eru kannski aðilar sem hafa farið í fjárfestingar, hafa jafnvel keypt gistiheimili og síðan þegar þessi ákvörðun er tekin í ágúst 2017, við rekur rétt minni til í bæjarráði, að fara í þennan farveg með máli, að þá ertu kannski með aðilar sem eru á gömlum leyfum sem að keyptu eða fóru í fjárfestingar og svo kannski eru þeir allt í einu komnir í þá stöðu að þegar leyfi rennur út, að þá eru þeir náttúrulega bara, búinir að tapa sinni fjárfestingu og þeirri vegferð sem þeir hafa farið í. Þannig ég held að við þurfum að hugsa þetta mál svolítið bara heilt yfir og svona skilaboðin hér eru enn og aftur, að hlutinni séu skýrir og við séum að beita vönduðum vinnubrögðum og ég held þess vegna að þetta sé nú eiginlega bara brýn erindi sem að verið er að leggja á borð en við þurfum að vísa þessu til frekari úrvinnslu. Það er allavega mín skoðun. Takk. Friðjón Einarsson hefur kvatt sér hljóðs, gjörðu svo vel, Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir. Ég er nú ekki samla bæjarfulltrúa
Ríkharð Ibsen sem hér, en ég er til í að styðja það sem máli verið vísað til bæjarráðs til nánari skoðunar. En það er alveg ljóst að ástæða þess að þessar reglur voru settar í bæjarstjórn voru mjög skýrar og það kom í kjölfar þess að lögum var breytt gististaði þar sem breytingar eru þar að þeir sem voru með gistingu þurftu að velja milli þess að fara í 90 daga regluna eða vera með gistiheimili sem er allt annað flokkur og það er ljóst að fjölmörg sveitarfélög á Íslandi hafa tekið þetta upp sama og við að reyna að setja einhverja skorður á það að þessi gistiheimilin í miðri íbúabyggð. Og þess vegna eru þessar reglur. Og þetta hefur verið mjög snúið gennum tíðina og við þurfum að hafa svona eitthvað fast form og þessi tillaga sem hér hefur verið unnin held ég að sé ansi góð. Við getum kannski pússað hann eitthvað betur. En ég vara bæjarfulltrúa við því að opna þetta upp á gátt. Hvernig ætlum við að velja hús í heimabyggð, í íbúabyggð? Við þekkjum dæmi það að hérna hafa verið 6, 7 upp í 8 herbyggi í útleigu í miðri íbúabyggð og sem olli miklu ónæði. Þannig að hugsa það vel hvaða breytingum við viljum gera á þessu. Ég skil vel að við þurfum að hugsalega endurskoða þetta heildrænt þannig að hugsalega séu einhver svæði í sveitarfélaginu opin fyrir breytingu sem við getum kallað þá miðsvæði eða eitthvað þess áttar sem eins og þeir gerðum breytingar á aðskipulagi eins og til að mynda þegar við breytum nokkrum svæðum úr íbúðasvæði yfir í miðsvæði. Þetta getur verið möguleiki og hugsalega einstök hús, einstök svæði en að fara yfir í breytingar inn í meiri íbúabyggð er mjög varasamt og mér finnst það ekki nægja forsendur til að gera svoleiðis af því einhverjir fóru út í það að byggja hús til að leigja. Við getum ekki borið á því ábyrgð að einhverjir fóru út í hennar reksturinn í miðri íbúabyggð og gera svo kröfur á sveitarfélagi eða heimili að vera með gistiheimili að því að fólkið í kringum viðkomandi hús var ekki að kaupa eða byggja hús til að hafa gistiheimili á milli sín. Þannig að þetta er mjög flókið mál og kannski ekki alveg auðleyst en það eru margar leiðir í þessu. Sum sveitarfélög hafa farið út í það að banna alfarið Airbnb. Alfarið. Hvað þá gistiheimili. Þannig að við þurfum að vanda okkur vel í þessu en ég tek undir þá tillögu bæjarfulltrúa að vísa þessu til bæjarráðs til svona endanlegrar skoðunar í öskráð. Í öskráð. Og afturningar. Takk. Ríkharður Ibsen og hvað sé hljóðskil, svo er Ríkharður. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég ætla að ítreka að við erum ekkert að tala að opna neitt upp á gátt fjarrilegi og kannski fórsenda þess að menn eru að rugglast með þetta fram og tilbaka. Við erum eingöngu að segja að það þurfa að vinna máli vel áfram, þannig að það sé skýrt og greinlegt, þannig að menn séu ekki að misskilja hlutina eða leggja mönnum orð í munn. Og ég held að þetta er bara spurningum að allir þurfi að sitja við sama borð. Annars erum við í hættu að brjóta jafnvel jafnræðisreglu og skapa eitthvað óréttlæti og annað slíkt og það viljum við ekki. Þannig að ég held að við Friðjón séum bara á sömu blaðsíðu með þetta, við erum bara að tala að vinna þetta vel áfram og ef að það koma upp aðstæður þar sem að einhver kannski eins og mann hafa talað jafnvel lengst upp í sveit með gistiheimili í öðrum flokki og allir í götunni eða í nálæðinni sáttir við þetta, grenndarkynningu fer fram og allt hvað eina á fínum stað, þá held ég að það sé ekkert mál að passa upp og að vera með skýra reglur þannig að það sé hægt að finna þessu farveg með einhverjum undan þá. Ef það rennur í gegn í grenndarkynningu og í gegnum umhverfis- og skipulagsráð og annað slíkt. Þetta er bara umræða sem þarf að fara fram og þá þarf að skoða þetta betur og það er það sem við erum að mæla fyrir og þess vegna erum við að fagna því að vísa þessu sjálfsögðu aftur í umhverfis- og skipulagsráð. Takk. Já,
ágætu bæjarfulltrúar, komin er fram tillaga um að vísa málinu í umhverfis- og skipulagsráð. Ég ætla að greiða um það atkvæði, þeir sem geta stutt það, vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt 11-0 að vísa þessu aftur í umhverfis- og skipulagsráð. Nú þá myndi dagskrá okkar vera tæmd og munum við nú gera hlé á fundi til þess að ganga frá fundargerð. Það verður svo.